Gunnar E. Birgisson, fyrrverandi bæjarstjóri í Kópavogi, var ráðinn bæjarstjóri í Fjallabyggð nú eftir áramótin. Það má segja að þetta sé einhver óvæntasta pólitíska ráðning í sveitarstjórnarmálum síðustu ára. Ég ræddi aðeins við Gunnar í dag. Jæja Gunnar, nú það bil 1 mánuður liðinn þar til þú komst til starfa hér sem bæjarstjóri í Fjallabyggð. Hvernig hefur þessi mánuður verið? Það hefur bara verið ágætur. Ég hálfa stóri eiginlega fyrir sunnan, svona undirbúamál. Bara í ráðuneyti og annað sem að við kemur fjármögnun og framkvæmdir sem að hálfu ríkisins að reyna að tryggja það að fara í gang og reyna að ganga frá því þannig að við getum farið að ýmsar framkvæmdir sem þarf að fara hér í og sveitarfélagið hefur náttúrulega ekki burði til að standa í því öllu heldur með aðkomu ríkisins eins og getur bara samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga og það náttúrulega framkvæmdir hér við höfnina og frá veituna í báðum byggðakjarnum og svo framvegis. Hvernig þá staða sveitarfélagsins svona fjárhagsstaða og verkefnastaða? Fjárhagsstaðan ágæt og síðan aftur á móti mikið af framkvæmdum sem þarf að fara í. Eins og ég sagði áðan að þá það fráveitukerfið og við hefum ekki uppfyllt skilyrði það og hefur verið erfitt fyrir minni sveitarfélag að gera það og í stærri sveitarfélagunum að þá kom umhverfisráðuneytið með svona hvatningarfjármagn til að menn geti komið málum sínum í gott horf og borguð 20% af slíkum framkvæmdum. Það þurfum við þessi minni sveitarfélag út á landi eins og hér að fá. En þetta sem sagt, reikna með þetta verið 4 ára prógram í báðum byggðakjarnum að koma hér skorpinu út í straum þar sem það verður ekki neinn mengun eða annars slíkt hér á fjörum eða inn í höfnum. Jú, þetta sveitarfélag meðal annars byggist á því á ferðamennsku og matvælaframleiðslu og líftækni iðnaði sem er nú í burðarliðnum sem krefst þess að þessi mál sé í lagi. Já. Nú Fjallabyggð þannig samsett að þetta eru 2 sveitarfélög að sjálfsögðu, sameinuð. Hvernig heldur að þetta gangi inn í framtíðina? Ég held að það muni ganga bara betur og það ákveðin svona núningur í gangi ennþá og kannski það stutt síðan að þessi sameining var, það ekki innan við 10 ár en menn var átt að sem menn búa hér í sama sveitarfélagi sem heitir Fjallabyggð og menn að spyrja mig hvar býr þú á Siglufirði? Ég segi nei, ég býr í Fjallabyggð og svo heyrir maður hinum við fjallið, já þetta nú svona heima segir heima Fjallabyggð sko, ekki Ólafsfjörður en það svona, já, þetta náttúrulega gjörsamlega ólíkir byggðakjarnar þannig, ef maður tekur Ólafsfjörð þá byggist það náttúrulega frá sjó og eins og báðir byggðakjarnarnir en þar var sjór, það var höfn og þar var vinnsla og þar var póstur og sími, þar var ein búð, þar var eitt félagsheimili og svo ekki mikið annað en önnur fyrirtæki þar eitthvað sem betur fer og sem tengjast sjávarútvegi og tengt í hérna megin aftur á móti var eitt stærsta byggðarlag á landinu á sínum tíma hérna þegar síldarævintýrið var hérna eða frá svona 20 alveg til 60 og hér var allt til alls og byggðin var þannig og byggðin í Ólafsfirði mun yngri heldur en hér megna þessum húsum sem byggt frá 30 til 60 og ekki mikið af svona nýri húsum eftir það kannski svona undir 70 en þetta er svona ólíkir byggðakjarnar þótt að það báðir náttúrulega byggt út frá sjó, út frá síldinni og þess að var að fá hefðbundinu útgerð, bálfiskútgerð frá Ólafsfirði. Ráðning þín í bæjarstjórastóli var frekar óvænt, ef ég má orða það þannig. Þannig að þegar þú fórst í jólafríi þá bjóst ekki við, varst í Noregi að þú bjóst ekki við að vera bæjarstjóri norður í landi í janúar. Er þetta ekki bara mjög snjöll pólitísk ráðning? Nei, ég það var ekki fyrir því, ég fór í jólafríi, kom á Noregi, en það var hringt í mig þá fljótlega upp úr áramótunum og ég spurði hvort ég var áhuga að taka starfið að mér og
Ég sagði það kemur vel til greina, en ég vil náttúrulega hitta persónuleikendur í þessu öllu saman, þannig að ég vissi nú að hverju ég gengi og hvernig fólk þetta væri sem ég myndi þá vinna með. Þetta var ungt fólk og ómengað í pólitík, var svona, já, að stíga sem fyrstu skref í bæjarstjórnarmálum og það fór vel á með okkur og ég sagði, já takk, ég er tilbúin að taka þetta að mér og síðan var ég ráðinn í beinu framhaldi af því. Þú er ekkert verið ragur við að sjálfstæðismaðurinn sé ráðinn að, já, minnstri meirihluta hér? Nei, sko, í bæjarstjórnarmálum að þá er nú kannski liturinn ekki alls, hvort þú ert sjálfstæðismaður eða framsóknarmaður eða Samfylking eða hvað. Það fer nú ekki til því, við líka nú stefnan allt önnur heldur en á flokkspólitískum nótum í bæjarmálunum. Þannig að mér kveið því ekki neitt, en ég fann að við áttum alveg samleiði saman, oddvitar hér meirihlutann og þannig að ég kveið því ekki þótt ég væri sko sjálfstæðismaður, það var ekki. Ég kom eiginlega ekki bara málunum við, fannst mér. En þú þekkti nú eitthvað til Norðurlands og bæði Siglufjarðar og Ólafsfjarðar árum áður? Já, ég var nú hérna þegar ég var ungur maður og þá var ég hérna á sjó og hafliða frá Siglufjarði, eitt sumar hérna 1968. Og svo á ég nú marga kunninga hér og ég náttúrulega komið hér árum saman í heimsóknir á sömburum og dvali hér svona viku og halva mánuð og þekki marga allavega hérna megin og náttúrulega líka hinum megin. En kannski ekki eins mikið, en ég tengdi þá kannski Ólafsfirði þeim megin að ég, þegar ég var í námi í Skotlandi, þá hitti ég þar Ólafsfirðing sem var það í ársleyfi og var við háskólan eða listakademíunni í Edinborg, Kristinn G. Jóhannsson. Ég hafði hug á því ég myndi halda áfram í námi, myndi rannsaka íslensk jarðefni, þar að segja hraunjarðveg sem var nánast órannsakaður og hann rótari maður hvatti mig til að sækja því að það kemur nú ekstra styrkur til Íslands það árið sem ég gerði og ég var sem sagt, minn heimaklúbbur var rótari klúbbur Ólafsfjarðar og ég fór þangað og kynnti sem sagt verkefnið og fekk svo styrkinn þannig að ég blessa þá alltaf bakvæði fyrir og rótari menna og sérstaklega náttúrulega í Ólafsfirði þar sem það voru mínir menn. Þeir breytti náttúrulega mjög lífi mín og minna familíu. Ég fór hérna út í Bandaríkjana, var þar 1 ára rótari styrk og hélt síðan áfram og lauk doktorsprófi 2 árum síðar. Já. Þú nú þekktur baráttumaður í stjórnmálum og stækkar Kópavog á sínu tíma að búast að Fjallabyggð stækki kannski ekki eins en stækki í næstu framtíð. Ég held að það muni gerast það hvort sem að ég hér eða ekki, það sem betur fer var síðasta ára, þá var börn í sókn hér varðandi fólksfjölda. Það fjölgaði hér á allavega 20, við erum ekki alveg búin að hreina tölur þetta, 20 og eitthvað manns í fyrra og fyrsta árið sem að kurvan ber ekki niður, hún ber upp og hér náttúrulega búin að vera miklar fjárfestingar, Siglufjarðar megin í Fjallabyggð. Hér hefur verið fjárfest í veitingahúsum og hér hefur verið að byggja hótel og hér líftækni verksmiðja í burðarliðnum. Þetta mun kalla náttúrulega á fjöldastarfa og starfa af menntuðu fólki. Þannig að það er ljóst að hingað mun flytja ungt og menntað fólk og náttúrulega vera síðan náttúrulega starfi í öðru fyrir heimamenn. Og fiskvinnslan og sjávarútvegurinn hefur dafnað hér vel. Og við erum bara með aflahæstu höfnum á landinu, hér í Fjallabyggð, varðandi löndun og bolfiski. Við vorum með 3 eða 4 og svo 5. Þannig að framtíðin er sko, og svo náttúrulega ferðamanninnari sem kemur hér í auknum mæli. 1 milljón ferðamenn sem koma til landsins, það rétt rúmlega það. Og ef við heldur áfram að aukast, þá náttúrulega mun aukast trafikking hér. Nema, eða mun aukast meira ef menn opna fleiri gáttir á ferðamanni til landsins. Það er bara 1 gátt og hún í Keflavík. Og Ísafía og ríkið hér í fjárfestingum eitthvað milljarða á hverju ári til að stækka. Þeir eru kapphlaupi alltaf að stækka fyrir allan að fjölda. En það er ekkert gert í því að opna aðra gáttir eins og til dæmis Akureyrarflugvöll.
og nota tækifæri núna þegar Vaðlaheiðargöngin í gangi, nota efni til að stekka flughlöð þar og annað. Og náttúrulega algjörlega galið sko fyrir ferðamennskuna að hafa þetta eingöngu eina gátt í að megnaða ferðamennum þegar einhverja 150-70 km út frá Keflavík. Það sé eitthvað Gullna hringinn og Bláa lónið og eitthvað svona. En þeir minnaðum hér norður og það annað sem mann eftir kannski hugsa í því. Það heldur það sko að einanlandsflugið myndi auka svona mikið út af þessum gífurlega aukningu á ferðamönnum, en það er ekki aukist mjög mikið. Þannig að bæði er þetta nú dýrt að fljúga og heimamenn keyra, en eitthvað kemur að ferðamönnum, en ég tel það algjörlega lífsnauðsynlegt fyrir þetta svæði hér Norðurlandi og Austurlandi að það verði opnuð önnur gátt, þannig að flugfélögum verði gefinn kostur á að fljúga hér á Akureyri í bæði áætlunarflugið og eða í hópflugum einhvern veginn öðruvísi. En allavega að það komi hér einhver partur af ferðamönnum sem sumir alltaf kannski bara eingöngu að fara á Norður- og Norðausturland.